Komið sæl og velkomin í reynsluboltana, umræðu í dýrasta landi heims. Hér eru þrír reynsluboltar mættir til mín, flestir góðkunningjar ykkar. Vertu velkomin, Ólafur Arnarsson, blaðamaður, DFF, Eyjunni. Oddný Harðardóttir, okkar besta kona, vertu velkomin. Ég þarf ekkert að kynna þig, veit allir hver þú ert. Ólafur Stephensen, vertu velkomin. Þú ert framkvæmdastjóri og fyrirhönd atvinnurekanda. Það búið að vera ótrúlega svona frjór og áhugaverður tími núna baki margt að ræða. Ef að byrja á kosningaúrslitunum síðustu helgi. Hvað kom mest á óvart í því hvernig fylgið raðaðist í Reykjavík, hvers vegna raðaðist það eins og það gerði og hvað þýðir það upp á framhaldið? Ef við byrjum á þér, Ólafur. Já, sko það var nú augljóst að Sjálfstæðisflokkurinn var að fara að vinna góðan sigur með það hvernig þetta tróðaðist þarna loka metrunum. Já. Og ég var nú svona spenntastur að sjá hvernig fylgið þróaðist á milli Miðflokks og Viðreisnar þegar kannanirnar voru svolítið sitt á hvað. Já. Og það náttúrulega svona breytið dálítið stöðunni að á endanum fekk Miðflokkurinn 3 en Viðreisn 2 og það svona breytir kannski aðeins dýnamíkin í þessum meirihlutaviðræðum sem að núna eru í gangi. Já. Að Viðreisn getur ekki ein til dæmis myndað meirihluta með Sjálfstæðisflokknum með það geta Miðflokksmenn. Svo auðvitað heyrir maður að Sjálfstæðismenn ekkert ofsalega spenntir fyrir D og M munstrinu. Það að segja að það sé meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, það er fólk innan borðs á Miðflokknum sem að náttúrulega var, getum við sagt, stuðlaði ekki að samheldni borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma. Það má orða það þannig. Fór síðan þarna yfir í Miðflokkinn og ég held að það séu margir sjálfstæðismegin sem langar ekkert til að vinna með þeim aftur. Og svo er það náttúrulega bara þessi stóra spurning, á að leiða Miðflokkinn til valda á meðan að frambjóðendur hans til dæmis svara ekki skýrt raddirnar sem að eru á lofti í flokknum varðandi alls konar mannréttindamál, varðandi kynjajafnrétti, varðandi réttindi samkynhneigðra, varðandi réttindi innflytjenda og manneskja númer 2 á lista skrifar grein fyrir kosningar að Reykjavík eigi ekki að vera nein bívitans fjölmenningarborg, Það er bara að vera íslensk höfuðborg. Já. Og ég held nefnilega að hinn nýja oddviti Miðflokksins, hann á náttúrulega mikið í þessum sigri, minn gamli vinur Ari Edvald. Og hann er bara svona frjálslyndur hægrimaður, eins og við nafnarnir hérna. Já. Hann skrifa bara ekkert upp á allt bullið í Miðflokknum regnbogafána og að konurnar eigi að fara aftur inn á heimilinn og eitthvað svona. Hann held ég hafi bara fengið ákveðið tækifæri til áhrifa í pólitík og gripið það, en hann er baklandið deilir ekki skoðunum hans. Og það er vandamál sem ég held að standið aldrei í mönnum með þessa meirihlutamunum. Hvað með myndun meirihlutans í tengslum við bara næstu þingkosningar? Er eitthvað sem að Hildur mun horfa til í þeim efnum? Það er nú önnur lögmál gjarnan í sveitarstjórnum eða þingkosningum, Og við sjáum það meðan að R-listinn starfar í Reykjavík, þá gátu þeir flokkar sem mynduðu hann bara alls ekki unnið saman í ríkisstjórn og svo framvegis. Það er ekkert einhlítt í því. Og þetta, maður hefur séð aldrei þá útleggingu að stjórnarflokkarnir hafa fengið skell í kosningunum. Það var kannski fyrst og fremst flokkur fólksins sem náttúrulega komst víðast hvar ekki á blað. Já. Og bauð ekki fram í öðrum sveitarfélögum. Var það nokkuð? Nei. Og Viðreisn fjölga sínum fulltrúum, Samfylkingin hélt víða sínu, en náttúrulega voru úrslitin í Reykjavík og Hafnarfirði þeim klárlega vonbrigði. Þannig að
ég les nú ekki of mikið í það en iðulega fáum við þetta stjórnarflokkar í ríkisstjórn ákveðin skell í sveitarstjórnarkosningum og þetta var ekki undantekning. Hvað segir þú, Oddný? Ég rak augun í grein eftir þig á Facebook í vikunni þar sem að þú var svona aðeins að senda félögum þínum í Samfylkingunni pillu. Ég var nú ekkert að senda þeim pillu, ég var bara svona að segja hvernig ég horfi á hlutina. Já. Og ég held að ég hef ekki verið... Það endur segir aðeins það sem að kom fram þar. Já, sko, ég held og ég tel mig vita það að kjósendur þola ákaflega illa ef það er eitthvað vesinn innan flokks, þá hrökkva þeir í burtu. Já. Og ég held að það hef ekki dulist neinum að forystan stóð ekki með borgarstjórunum. Já. Og ég held að það hafi ekki lagst vel í kjósendur. Nei. Það er mín skoðun. Ég tek það fram að ég er ekki í neinu sambandi við forystuna og hef ekki rætt þetta við þau. Nei. En svona blasir þetta við mér. Já. Og ég held að þetta hafa bara ekki verið gott. Það hefði mátt gera þetta öðruvísi. Þú hefði mátt horfa yfir farin veg og vera stoltari af því sem að Samfylkingun hefur lagt til í borginni. Já. Og það er að mörg að taka þar. En ég vil aðeins taka undir eða svona í framhaldi af því sem að Ólafur sagði hérna áðan. Sko, ég hef ágjörð því að ef að miðflokkurinn fer í borgarstjórn eða verður í meirihluta víða, að þá gefir það svona rasistum og þeir sem að líta niður á minnihlutahópa og svo framvegis einhvern veginn byrjundi báða vangi. Já. Ég óttast það svolítið. Og það er að gerast til dæmis í Reykjanesbæ, þar sem að sjálfstæðismenn unnu mikinn sigur, en miðflokkurinn fekk einn mann, og þau eru að tala saman. Í Reykjanesbæ eru 4. hver maður af erlendu bergibrotin, mikið fjölmenningar samfélag, og með sínum kostum og áskorunum, og ég heyri bara fólk, það fer fólk, þegar að miðflokkurinn er á leiðinni, virðist vera á leiðinni í bæjarstjórn og hafa mikið það að segja hvernig hvað gert verður í þessum málum sem að sveitarfélögin taka á, sem náttúrulega málefni nær samfélagsins. Já, það er ekki bara miðflokksmaðurinn sem að hefur verið að tjá sig þessi mál þannig að sumum finnst óþægilegt. Vilhjálmur hefur nú sjálfur sagt að oddviti sjálfstæðismanna sem vinnur þarna kosningasigur og er sennilega á leiðinu út að þingi að hans skoðun sé að það sé komið nóg af hælisleitendum og þeir verði ekki fleiri. Já, hælisleitendur er ekki 4. hver maður í Reykjanesbæ. Hælisleitendur eru það bil 160 núna í bænum og það er þjónustusamningur við ríkið sem að sveitarfélagið er að vinna að. Þannig að það er ekki stóra vandamál sveitarfélagsins, en það er samt svona, þegar verið að tala innflytjendamál og sérstaklega stöðin í Reykjanesbæ, þá er öllu ruglað saman. Þannig að fólk gengur út með þá hugmynd að 25% íbúi í Reykjanesbæ séu hælisleitendur sem er náttúrulega af og frá. En þetta er samt áhugjefni, ég hef áhugjur af þessu, en ég vil nú koma því að á meðan við erum að tala sveitarstjórnarmálin, að Samfylkingin vann sigur í Suðurnesjabæ, mínum heimabæ, fengu 34% og það munaði held í 4 atkvæðum að þau fengi 4 menn, en fengu bara 3. En þannig að við töpum sumstaðar en unnum á öðrum stöðum. En nú ert þú þrautreind, Oddný, og mér langar að spyrja þig, getur verið að Kristrún hafi þegar hún ákvaða að Pétur skildi hinn smurði til höfuðs Heiðu, getur verið að hún hafi séð fyrir sér að þetta eru svona 2 álíka stórar fylkingar, sjálfstæðismenn og Samfylkingin að loknum kosningum og hún hafi viljað splæsa þeim 2 flokkum saman inn í næsta meirihluta, mögulega horfandi lengra fram í tíman hvað var Alþingi, flokkur fólksins í mjög miklum vandræðum þar með mælst úti. Við erum að tala að hann er horfinn af sveitarstjórnarstiginu. Gæti verið að hún hefði verið að sjá fyrir sér samstarf sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar í borgarmeirihlutunum og horfandi jafnvel til þess að saman gæti átt við inn á Alþingi síðar?
Ég leif mig nú efast það. Já, Ég held að þetta sé nú frekar langsátt. ok. En sko, ég hef ekkert út á Pétur að segja. Nei. Mér fannst bara kosningabaráttan einhvern veginn, þau voru allan tíman að reyna að fela borgarstjóran og það bara, og tala mistök og taka undir gagnrýni andstæðingana og það bara varð ekki til góðs. Þetta var svolítið sjálfsmark. Já, en ég vil ekki hallmæla Pétri, ég þekki hann ekki neitt. Nei. Mér líst vel á hann, ég held að hann virðist vera hinn vænsti maður, en mér fannst þau ekki bara gera þetta vel. Einmitt. En já, sko, í þessu samhengi náttúrulega held ég að forsætisráðherrann hafi kannski orðið fyrir vonbrigðum af því að hún nýtur mikils persónufylgis og samfylgingin undir hennar stjórn hefur verið stærsti flokkurinn á landsvísu og svo framvegis. Kristrúnar áhrifin hins vegar sko í sveitarstjórnarbaráttunni. Hún steig í rauninni inn í kosningabaráttuna hér sérstaklega í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Þau bara skiluðu sér ekki. Nei. Og það þá líka mögulega til marksum sko náttúrulega dvínandi vinsaldir hjá ríkisstjórninni sem við höfum séð í könnunum. Mögulega. Þú náttúrulega gamall blaðamaður, Ólafur. Er það óvenjulegt að forsætisráðherra stígi svona inn í kosningabaráttu í sveitarstjórnarkosningum eins og Kristrún gerði? Svona með þessum hætti, já, svolítið sko. Ok. En Ólafur Arnarsson, hvað segir þú? Hvað svona stóð upp úr hjá þér í því sem við erum að ræða? Já, sko, ef við horfum bara á sveitarstjórnarkosningarnar, þá held ég að manneskja sem hefur átt mjög undir högg að sækja hljóta að telja sigurvegari þeirra, það er Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Hennar staða eftir þessa kosningar er allt önnur en fyrir og hún var nú lítt sjáanleg í kosningabaráttunni og kannski hefur Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars notið þess. Ég held að svona eftir á að hyggja þá sýnir niðurstöðurnar að kjósendur í sveitarfélagi þar sem verið að kjósa svona nærumhverfið, þeir eru kannski bara ekki hrifnir af því að forsætisráðherra þó að sko forsætisráðherra njóti mikilla vinsælda, að hann sé að skipta sér beint af og tjá sig tiltekin málefni í tilteknum bæjarfélögum. Ég er ekki viss að það hafi verið gott innlegg. Og svo gerist þetta náttúrulega á sama tíma og auðvitað ríkisstjórnin búin að sitja í 1,5 ár. Það erfiðar aðstæður hérna, verðbólga hærri en menn vildu. Það er nú mikið af því er nú bara innflutt og kannski ekki hægt að rekja nema lítinn hluta til svona þess sem er að gerast hér innanlands. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann kom betur út úr þessum kosningum en ég bjóst við fyrirfram. Maður gerði sér alveg grein fyrir því að hann væri að ná einhverju viðspyrnu í sveitarstjórnarmálunum en þetta er gríðarlega góð niðurstaða fyrir flokki. Hann er líka að mælast nokkuð sterkur á sko landsvísu til Alþingis. Já, hann var komin upp tæp 20% svona í sögulegu samhengi, þá þykir það ekki mikið hjá Sjálfstæðismönnum en þessi, sko, það er náttúrulega alveg augljóst að Hildur, hún hefur ýmsa kosti. Það er helst náttúrulega annars að fara í þetta tveggja flokka samstarf með Miðflokknum eða vinna með Viðreisn og Einari Þorsteinsyni. Það er veikara, myndi ég halda. Veikara í hvaða skilningi? Já, það er þriggja flokka. Ég veit ekki hvort að ríkir fullkomið traust til Einars eftir fléttuna sem hann fór í þarna þegar hann var borgarstjóri og ætlaði að skipta meirihluta. Ég fannst þetta áhugavert að Hildur væri að tala við þau öll þrjú í einu sko. Einar, Ara og Björgu. Og ég velti fyrir mér hvort að það væri mögulega einhver strategi að mynda það breiðan meirihluta með þessum 4 flokkum. Þá ertu mögulega með þá stöðu sko að þú hefur svolítið hemil á miðflokknum sem getur ekki hlaupið út undan sér með sama hætti og getur henni ekki sko hótað að fella meirihlutann með því að sprengja hann og það getur hvorur hinna heldur en þá kemur náttúrulega til þetta sem að
Viðreisn hefur sagt mjög skýrt að þau ætla ekki að vinna með miðflokknum og það getur maður svo sem alveg skilið með það hvernig málefnin liggja á milli þeirra flokka. Hvort myndi sú yfirlýsing ef þau ætluðu að breyta frá henni, hvort myndi það einhvern veginn rústa trúverðuleika Viðreisnar eða bara menn sæju að í ljósi aðstæðna og hvernig fylgi kom upp úr kössunum þá væri það bara ábyrgt hjá þeim að fara í meirihluta? Ég held að myndu tapa á því. Ég set spurningamerki við það þegar flokkar eru fyrirfram að útiloka samstarf við aðra flokka. Ég tel það bara ekki klókt. Þó að sko, menn hafi kannski engin áform að vinna með tilteknum flokkum. En ég myndi halda að Viðreisn myndi vantarlega skaða sig úr því að búið að segja þetta. Það heldur verið bara að halda sig við það. En hérna skaðaði hún sig ekki líka með að snúa sér á haus og hérna svona var það ekki einhver svona bernskur bragur á því og skaðaði hún sig ekki líka þegar Björg segir þarna í oddvitin í Reykjavík segir á föstudagskvöldinu í kappræðanum í Ríkissjónvarpinu að hérna samfylkingin sé ekki fyrsti kostur að starfa með. Því að hún var að mælast með 3 menn og jafnvel voru vonir sumra til þess að mynda ná 4 mönnum en endar svo með 2. Við getum ekki alveg sleppt Viðreisn, þannig að finnst mér svona. Já, ég veit ekki, það getur vel verið að það hafi farið eitthvað öfugt í kjósendur eins og myndin. Já, ég held að við sjöum ekki markhópurum fyrir svona auðlýsingar. Nei, kannski fast unga fólkinu þetta. Ég fannst þetta nú frekar sniðugt sko, og ekki athygli en hérna já, sko það náttúrulega það er allavega 3 flokkar hérna, það er Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn búin að bjóða fram undir þeim formerkjum að þau vilji breytingar í Reykjavík og ég held að Björg hafi nú viljað gera það mjög skýrt að Viðreisn ætlaði ekki að vera nýtt sko varadekk eins og það hefur verið kallað fyrir samfylkinguna og ég held að Reykjavík þurfi breytingar sko og hérna já, ég horfi á úrslitin bara út frá sko til dæmis hérna þeim hagsmunum sem að ég er að gæta í vinnunni, það er að segja atvinnulífs í Reykjavík. Þá það reyndar komur óvart hvað til dæmis Pétur Martinsson talaði það, ég tók nú viðtöl við oddvitana flesta sko fyrir kosningar í hérna hlaðvarpsþættinum mínum. Já, hvað heitir hann aftur? Kaffikrókurinn. Kaffikrókurinn, já. Og mér fannst merkilegt hvað Pétur til dæmis sko var hreinskilinn og opinn með það að bara stjórnkerfi borgarinnar svo allt of þungt og í rauninni atvinnulífs fjandsamlegt. En allavega allir þeir flokkar sem hafa undanfarið verið að ræða það að mynda meirihluta eru þeirra skoðunar til dæmis og eru þeirra skoðunar að þurfi að skoða fasteignaskatta og svoleiðis hluti sem að fyrirtækin eru að velta fyrir sig. Já, einmitt. Gott og vel, það verður hérna, það skýrist nú sennilega hvað úr hverju, hvernig þetta fer í borginu, við gætum svo sem rætt hérna lætin upp í Hafnarfirði og eitthvað svona, en ég ætla að fara með ykkur annað. Ég ætla að fara með ykkur inn í efnahagsmálin núna og inn í ákvörðun Seðlabankans í gær að hækka vexti á krítiskum tíma, vaxandi atvinnuleysi, kólnun í hagkerfinu, gæti orðið bara erfitt ástand hér. Oddný, rétt ákvörðun eða röng hjá Seðlabankanum? Sko það er nú kannski erfitt að segja það en þetta er tæki sem að Seðlabankinn hefur en það þarf sko það hafa ekki láta hann einan að taka á þessu máli. Hann hefur þetta tæki en það þarf auðvitað að skoða út af hverju er verðbólgan, út af hverju er þetta ástand svona og hvað er þá líklegt að dugi til þess að taka á vandanum. Verðbólgan er út af þetta er auðvitað margslungið en hluta til er þetta vegna þess að það er stríð í öðrum löndum og það er pólitísk óvissa. Það er út af að olían er að hækka og það er út af loftslagsvá og öfgaveður sem og þannig að uppskera brestur og svo framvegis og viðföng eru aðföng all dýrari og svo eru stór fyrirtæki sem eru að hækka vöru mjög mikið og kannski umfram það sem nauðsynlegt er og allt þetta hefur áhrif á okkur hér og verðbólguna. Svo er eitthvað sem er innanlands líka, kannski það er einhver hópur sem er með mikið peningum og það er peningamagn í umferð sem
þarf eitthvað að slá á en þessi hækkun á stýrivöxtum slæri ekki á það fólk. Það einmitt sko styrki stöðu eigna fólks og þeirra sem að eiga peninga en það bitnar á heimilunum og barnafjölskyldunum og þeim sem skulda sem að þurfa líka að glíma við að nauðsynjar eru háar eða verð á nauðsynjum að hækka. Þannig að þetta virkar ekki svona eitt og sér, þannig að stjórnvöld þurfa að grípa inn í og þau eiga að beina sjónum að þessum hópi sem að búa til eða henda fleiri krónum út í kerfið sem að hafa efna á því að nota peninga í eitt og annað sem að eigur síðan á verðbólguna. Getur aðeins sagt mér nánar hvernig þú sæir fyrir þér útfærslu þessa sem þú Eitt sem að hægt að gera bara að hækka skatta á auðmenn. Og hækka erfðafjárskattinn. Það hægt að setja á eignaskatta. Það hægt að nýta síðan þá fjármuni til þess að rétta stöðu barnafólks á móti. Stefán Ólafsson hefur skrifað þessu stöðu. Það eru sko virtir hagfræðingar út allan heim sem eru að tala að nú þurfi að gera hlutinu öðruvísi vegna þess að seðlabankarnir búi ekki til olíu eða opna hafnir eða eitthvað slíkt. Það eru pólitíkin sem þarf að fara inn í það og leggja áherslu á auki réttlæti og á jöfnuð vegna þess að þessi staða eigur ójöfnuð greinilega. Og það þarf að leggja áherslu á sjálfbærni og það þarf að leggja áherslu á alþjóðlega samvinnu. Því að stór hluta því sem við erum að glíma við höfum við ekkert að segja. Nema við vinnum með öðrum þjóðum að finna lausn á þessu málum. Já. Hvað segir þú, Ólafur? Já, sko, vaxtahækkanum bitna ekki bara á heimilunum, það bitna ekkert síður á minni fyrirtækjum. Jú, auðvitað. Og sko mínir félagsmenn nú mikið til minni og meðalstóra fyrirtæki hafa náttúrulega miklar áhyggjur af þessari stöðu. Það rétt að þetta það tæki sem Seðlabankinn hefur. Sko ég ekki talsmaður þess að auka ríkisútgjöld eða hækka skatta til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum. Ég þvert á móti þeirra skoðunar að þurfa að draga saman í ríkisútgjöldunum til að ná jafnvægi og fundist að vinna ríkisstjórnarinnar hafi of lítið farið fram á útgjaldahliðinni en meira á tekjuhliðinni. Hvað sérðu fyrir þér að væri hægt að skera eða svona? Og það bara starfsmönnum ríkisins hefur til dæmis fjölgað umfram það sem að gerast á almennum vinnumarkaði og verður að stíga þar á bremsuna sko. Áttu þá við fólki sem í framvarðarlínunni? Nei, ég aðalega að tala um stjórnsýsluna. Stjórnsýsluna, vegna þess að það náttúrulega eðlilegt að opinberu starfsmönnum fjölgi þegar verður svona mikil fjölgun Íslendinga með það þarf fleiri hendur í eitt og annað. Jú, ekki endilega samt. En þú ert að tala um stjórnsýslukostnað, millistjórnendur og svoleiðis. Já, bara almennt starfsmannafjölda í stjórnsýslunni sem við sjáum bara að hefur farið úr böndunum sko. En það rétt sko að Seðlabankinn á erfitt með að sporna alltaf við alþjóðlegum verðhækkunum. Það náttúrulega hægt að þakka Donald Trump bara drjúgan part verðhækkana á alþjóðlegum hráurum og hráefnum undanfæri getum við sagt. Svo náttúrulega ég þeirra skoðunar að ríkisstjórnin hafi gert mistök með til dæmis þessum gjaldabreitingum og bifreiðar sem að tóku gildum áramótin. Kolum tímasetning þá eða? Já, það var bara hún fól klárlega í sér skattahækkun og spilaði inn í vísitölu neysluverðs með þeim hætti að verðbólgan tók bara ríflegan kipp í byrjun árs. Við þessu var sko bæði verkefnishreyfingin og við atvinnurekendamegin búin að vara margoft og það var bara ekki hlustað, svo gekk það nákvæmlega eftir sem var búið að vara við. En hefðir þú þá ekki í sporum seðlabankastjóra að hækka vexti í gær? Ég hugsa ef ég sæti í peningastefnunefndinni þá hefði ég tekið þátt í því. Þetta bara það sem henni ætlað að gera við þessar aðstæður. Ólafur, ef mann rétt þá hefur þú skrifað önnur úrræði sem Seðlabankinn hefur heldur en... Já, þetta alls ekki einu úrræðin sem hann hefur og ég hef líka gagnrýnt það að og það eru nú fleiri hagfræðingar, alþjóðlegir hagfræðingar sem hafa gagnrýndu nú Seðlabanka heimsins til dæmis í COVID
þegar aðfangakeðjan brast og urðu verðhækkanir út af því, þá fóru seðlabankar að hækka vexti til að bregðast við því. Hærri vextir voru ekkert að leysa aðfangakeðjumálið. Þetta voru mistök. Ég tel að Seðlabanki Íslands hún hafi verið dálítið mislaðar hendur, en þetta er ekki auðvelt verkefni og ég hef mikla samúð með þeim sem þurfa að ákveða peningastefnu fyrir þessa íslensku krónu. Samkvæmt lögum er Seðlabankinn á verðbólgumarkmiði, en við sjáum það alveg að í raun þá er peningastefnan, þá miðast hún við fastgengi, hún miðast við að sko styðja við krónuna og það þarf að hafa hrikalega háa vexti hér til þess að styðja við þennan gjaldmiðil. Hann hefur haldist stöðugur núna og verið bara svona sögulega nokkuð stöðugur í nokkur tíma, en kostarinn af því er gríðarlegur, bæði fyrir ríkið í að halda upp í gjaldeyrisforða og fyrir náttúrulega bara atvinnulífið og fyrir heimilin. Kemur þá þessi vaxtahækkun á góðum tíma fyrir ríkisstjórnina, það er að segja Viðreisn og Samfylkinguna sem vilja að við göngum í ESB? Ég held að það mun ekki ráða kannski neinu einhverjar einstaka vaxta ákvarðanir mun ekki... En þú ert samt að segja að hluti af vanda... Já, ég er að segja að það er sko hluti af vandanum hér á landi er það að við þurfum á Seðlabankinn þarf að viðhalda mjög háu vaxtastigi og svo í ofanálag, og það er bara til að sko styðja við gjaldmiðilinn, í ofanálag þá erum við náttúrulega með eiginlega þrefalt, við erum með 3 gjaldmiðla í landinu, við erum með, segjum evruna, stór hluti útflutningsgreina, það tala 40-50% af sko útflutnings framleiðslunni er komin í bara aðra mynd. Nú við erum með þessa verðtryggðu krónu sem svarar mjög seint og illa vaxta ákvörðun Seðlabankans og svo erum við með þessa krónu, óverðtryggðu krónu, sem er svona það sem að til dæmis lagerar og svona innkaup og svona, það er fjármagnað á þessum háu vöxtum og vandamál Seðlabankans er að vaxta ákvarðanir hans, þær fara með beinum og óbeinum hætti inn í verðlag. Til dæmis sko er húsnæðiskostnaður, hann er hluti af verðlagi og húsnæðiskostnaður, hann ákvarðast hluti af honum eða veigamikill hluti af honum, horfir til húsnæðislána, þau eru að meiri hluta verðtryggð lán, þannig að vaxta ákvarðanir Seðlabankans þær fara beint inn í vísitöluna. Þegar Seðlabankinn hækkar vexti þá þetta kallast vítaringur. Já. Og þannig að sko, svo fer það líka í verðtryggðulánunum vegna þess að þegar vísitalan hækkar þá hækkar húsnæðiskostnaðurinn sko, þannig í mínum huga er engin spurning að það er risastórt hagsmunamál fyrir hagkerfið, fyrir fyrirtækin í landinu og ekki síst fyrir heimilin í landinu að við göngum í Evrópusambandið vegna þess að það er leiðin okkar að nýjum gjaldmiðli. En sumir eru nú bara brjálaðir yfir því að ætla ekki að hleypa okkur að sko borðinu í ágúst. Já, það eru náttúrulega aðilar sem hafa hagsmuni af því að þessi aðstöðu munu sé hérna. Já, en er ekki samt að hækka virði einhverja sjávarútvegsfyrirtækja hérna? Þau eru komin út úr króninni, þau eru í evruhagkerfinu, sjávarútvegsfyrirtæki. En Oddný, þú hafði beðið um orðið? Já, ég fyrst að segja ég er sammála öllu sem að síðast hér hefur verið sagt. Já, ég er átt að mig á því að það er nú ekki mikil andstaða hér við þetta borð kannski. Nei, og það er bara, það eru tengsl á milli. Það er hvernig tilviljun að það ráðast þannig held. Já, þú valdir þetta ekki. Nei, ég valdi þetta ekki, ég er að fatta það núna. Já, en það eru auðvitað augljós tengsl á milli gjaldmiðils og milli verðbólgu og vaxta. Og þess vegna verða vextarnir á meðan við erum með krónun alltaf hærri hér en annars staðar og við þurfum að glíma við þennan mikla kostnað sem að krónan leggur á okkur og við þurfum að komast út úr því.
En hins vegar, sko, af því að við erum ekki sammála hér hvernig ríkið eiga að beita sér í þessari stöðu. Nei. Og mér finnst að það verði, þó það sé óvinsælt og það verði erfitt fyrir þessa ríkisstjórn að grípa til þess að hækka skatta á breiðu bökin og að þá verðum við að gera það að vegna þess að við náum ekki að gera nóg með því að skera niður í stjórnsýslunni. Við þyrftum alltaf að fara inn í velferðina og þá leið eru viðkvæmir hópar sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda að bera þær byrða líka. Já. Og þá erum við enn að auka ójöfnuðinn bæði með stýrivaxtahækkunum og svo með aðgerðum ríkisstjórnarina. Ríkisstjórnin þarf að grípa inn í með öðrum hætti. Ég veit að verður erfitt en ég held að það verður horfist í augu við það. Já. Má ég taka upp þarna þar sem að nafni minn lauk sínu máli sko varðandi upptöku evrunar sem svona stöðuleika tækis. Ég held að það sé engin vafi á því að Ísland verður betur sett með evru. En sko, ég heyri þessu stundum stilt upp sem tveimur ólíkum kostum, eins og til dæmis forstjóri Icelandair talaði hérna fyrir nokkrum vikum og sagði núna eiga íslensk stjórnvöld að vera að betra sér að því að lækka verðbólgu og vexti en ekki að vera í þessum Evrópuleiðangri. Það eru sömu hlutirnir sem þarf að gera til að ná niður verðbólgu og vöxtum á eigin spýtur og það sem þarf að gera til að mega taka upp evru. Og Ísland er náttúrulega mjög langt frá því í dag að uppfylla skilyrðin sem sett fyrir því að mega taka upp evruna. Við erum svona nálægt í ríkisfjármálunum en hvað var að verðbólgu og vexti þá var alveg gríðarlega mikið óunnið. Alveg sama hvort við ætlum að taka upp evruna eða ná því niður á eigin spýtur þá þýðir þetta sársaukafullar ákvarðanir. Mjög sennilega harðara aðhald í ríkisfjármálum eins og mörg ríki sem hafa tekið upp evruna hafa þurft að ganga í gegnum. Mjög sennilega allavega tímabundið aukið atvinnuleysi vinnumarkað sem næði saman að loksins taka skynsamlegar ákvarðanir launahækkanir þannig að hvort sem við erum innan eða utan ESB þarf að taka svona erfiðar ákvarðanir til að ná þessum hagstærðum niður. Ég held hins vegar að sko ef það væri búið að samþykkja aðildarsamning og við stemdum að Evrópusambandsaðild og upptöku evru þá ykist ægin og við fengjum líka meiri stuðningu við það að ná þessum markmiðum. En þetta er allavega þetta er ekki tvö ólík eða óskild ferli. Nei, þetta er sama máli, ég er alveg sammálaður. En mér langar samt að benda þér á það, Ólafur, af því þú ert að gefa skyn að launahækkanir hafi orðið meiri heldur en skynsamlegt sé. Það fann nú einhver launin til þess að lifa af í þessu ríki. Við erum með frétt glænýja í dag að við erum langdýrasta landið til að búa í og fólk þann nú að hafa dálítið tekjur til þess að komast af til dæmis þeir sem eru á leigumarkaði og svo frá. Jú, þetta er náttúrulega bara svona klassísk spurning egg og hænu. Hvort kemur á undan hátt verðlag eða há laun. Þetta spilar ævinlega saman sko. Há laun spilaði sjálfsögðu inn í verðmyndun á bara neytendavörum á íslenskum markaði og það er hver sérfræðingurinn upp á öðrum innlendir eða erlendir í mörg ár sagt sko íslenska vinnumarkaðsmódelið ónýtt. Við verðum að horfa hérna til nágrannalanda okkar þar sem eru sko teknar ákvarðanir í svona miklu breiðara samstarfi og miklu meira byggt á bara hagfræðilegum gögnum það hvaða launabreitingum atvinnulífið hefur efna og þá hort á það út frá útflutningsgreinunum og svo fylgja aðrir þá sérstaklega opinberir aðilar með. Hér hefur bæði verið samið ósjálfbærar launahækkanir á hinum almenna vinnumarkaði og jafnvel þegar fólk hefur verið svona jafnvel að ná einhverju skynsamlega lendingu í því þá kemur þið opinbera yfirleitt og æðir á undan og þá segir almenni markaðurinn nei, við verðum að fá þetta líka. Þannig að já, okkar vinnumarkaðsmódel er ónýtt og það er partur af vandamálinu. Ég veit að þú þarft að fara innan 2-3 mínútna, Ólafur, en svona áður en þú ferð, þá langar mig að biðja þig að spá fyrir hvað gerist á Alþingi núna á næstu dögum. Nú er farin á stað Evrópumálið, þjóðaratkvæðið
og sumir vilja meina það að það sé búið að hóta því að það verði aftur rifið í heimilinn og ég man ekki hvað hún 71, 81 þessi grein í ekki númerið á henni og það verði einalega einn til þess að málið brenni ekki inni. Hvað heldur þú að verði gert? Munu minnihlutaflokkarnir á Alþingi bara beita brjáluðu málþófi og gera allt sem þeir geta til þess að bæði komi í veg fyrir þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu og í kjölfarið gera allt sem þeir geta til þess að náttúrulega beita sig fyrir ákveðin niðurstöðu eða hvernig sérðu fram á næstu dag? Ég spáði því að Alþingi Íslendinga undir forystu stjórnarandstöðunnar að vera sér til skammar enn einu sinni. Það er hættu því. Já. En það vegna þeirra hagsmuna sem að minnihlutaflokkarnir telja sig vera að verja eða er þetta einhver kúltúr, er þetta frekja? Þetta bara handónýtur kúltúr á þinginu og tengist ekki bara þessu máli heldur mörgum öðrum. Málþófskúltúrin á Alþingi er óþolandi, Alþingi til minnkunar, dregur virðingu þess meðal almennings fyrir ekki. Og ástæðan fyrir því að tekst ekki að ná saman að einfaldlega breyta þingsköpum og afnema þetta og koma Alþingi í sömu deild og þjóðþingum í kringum okkur að stjórnarandstaðan á hverjum tíma, það segir stjórnarliðar á hverjum tíma hugsa alltaf, næst við verðum í stjórnarandstöðu þá er gott að eiga þetta vopn. Já, þetta heyrist mikið. Og minnisleysið á milli tímafólks í stjórn og stjórnarandstöðu gjarnan algjört. Einmitt. Og eins og ég segi, Alþingi til fullkomna minnkunar og þetta leiðinlegur sirkus. Það var að loka orðin þín. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Ólafur Stephensen. Þú mátt bara standa á fætur og ganga hérna út. En Oddný, er eitthvað til í þessu sem að Ólafur segir? Er þetta kúltúrvesen og frekar en hagsmunabarátta? Eða bæði? Meinarðu, ertu að tala um málþófi á þingi? Það þarf bara að taka upp þingskapalög. Já. Og það verður þá og til þess að fá sáttum þetta þarf stjórnarandstaðan þá að fá eitthvað tæki, eitthvað svona fyrir sinn snúð, en núna geta þau náttúrulega tala endalaust í öllum málum, geta stoppað öll mál og það auðvitað gengur ekki, En og það er stór meirihlutinn á þingi vilji leyfa mér að fullir það, sem væri til í einhvers konar breytingar á þingskapalögum og horfa til hinna norrænu ríkjana, hvað það varðar, þar sem að samið fyrirfram tíma sem að mál taka í þinginu. Og þar hefur náttúrulega stjórnarandstaðan sína rödd líka í þeim samningum. En það var fyrirframbúið að segja að þetta mál tekur svona langan tíma, við greiðum atkvæðum það á þessum tíma. Og búið að takast á hlutina í nefndunum. Þannig að ég held að þetta ástand er ómögulegt eins og það er. En með þetta ákveðna mál þá myndi ég spá því að stjórnarandstaðan fengi tímanum einhvern veginn breytt og það verður gerður einhvern samningar um að seinka þessar atkvæðagreiðslu. Nú er ég bara að segja eitthvað út í loftið sem ég ímynda mér ef það var lenda þessu án þess að nota greinina góðu, að þá þarf að fara í eitthvað skonar svoleiðis samningaviðræður til þess að fá fólk til þess að sættast á þetta. Ég er nú á þeirri skoðun þegar stjórnarandstaðan hegðar sér eins og fífl. Þá á stjórnarmeirihlutinn og forseti Alþingis ekkert að vera feiminn við þegar hlutirnir eru komnir út í tóma vitleysu eins og var til dæmis í veiðigjaldamálinu í fyrra. Það var bara fullkomlega eðlilegt að binda enda. Láta greiða atkvæðin. Ég ætla nú að hafa þá trú á stjórnarandstöðunni. Þó verði sér sjálfsagt eitthvað til skammar í umræðum þetta mál, þá finnst mér líklegt að muni eftir því hvernig andstaðan meðal almennings var gegn málþófinu og skoðanakannanir sýndu það nú eftir á að jafnvel í þessum sjávarplássunum það sem að SFS var að gera þessar auglýsingar að allt byggðist á sjávarútvegi, að þar var yfirgnæfandi meirihluti sem var mjög sáttur við leiðréttinguna á veiðigjöldum. Þannig ég ætla að spá því að þetta fari ekki út í sömu vitlausuna og veiðigjaldamálið.
Ok. En þeir eru svolítið bundin af tímanum, sko. Að því lögin segja að það þurfi einhver ákveðin, eru 3 mánuðir eitthvað slíkt. Það má ekki, það verða að líða það verður minnst 3 mánuðir að þið minnsta. Já. Nema bara það sé þjóðaratkvæðagreiðsla lög sem að forseti hefur hafnað. Já, það er annað, já. Ég spurði hér á mánudaginn 2 blaðamenn sem voru hérna við rauðaborðið með mér hvernig þeir teldu að þjóðaratkvæðisgreiðslan færi þarna í lok ágúst. Annar þeirra hélt að þetta yrði fellt og hinn hélt að það myndi réttmerjast. Það er ekki fellt. Hver er ykkar tilfinning fyrir því hvernig mun fara fyrir okkur? Ég spyr vegna þess að maður heyrir að sveitarstjórnarkosningarnar hafi ekki verið mikilvægar kosningar miða við þýðingu þessara kosningar sem framöndan eru í ágúst sem margir halda því fram. Já, það er voðalega erfitt að leggja mat á það hvernig þetta fer. Ég hef nú trú á íslenskum kjósendum og þeir hafa nú oft sýnt það að það má ekki vanmeta þá. Nei. Ég ætla bara seint að trúa því að meiri hluti þeirra sem að greiða atkvæði það hvort að halda áfram eða taka upp að nýju eða hvernig sem við viljum orða það, þessum aldaviðræðum við Evrópusambandið, að meiri hluti kjósenda muni láta í raun og ræða sig til að segja nei vegna þess að við erum auðvitað ekki að kjósa í þeirri atkvæðagreiðslu það hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið ekki. Við erum að kjósa það hvort við eigum að klára viðræðurnar, fá samningin á borðið og geta svo tekið afstöðu til samnings eins og hann er. Og hvort að við séum þá hvort við höfum náð okkar samningsmarkmið. En ertu sammála þeim sem segja að þessar kosningar í ágúst séu stærri heldur en sveitarstjórnarkosningarnar? Já, ég ætla nú ekki að gera lítið úr mikilvægi sveitarstjórnarkosninga en það er kosið til 4 ára. Ef að við segjum nei við aðildarviðræðum þá held ég að við séum mjög líklega að kjósa ekki til 4 ára, við erum að kjósa til áratuga. Já. Oddný, ef ekki yrði neinar undanþágur að ræða frá sjávarútvegsstefnunni, myndi samt borga sig fyrir okkur að gangi í ESB að þínum mati? Sko það er erfitt að segja það, sko. Ég held að við þurfum að leggja áherslu á að fá undanþágur þegar kemur að sjávarútvegi. Og ég gerir mig vonur að við náum að lenda góðum samningi hvað það varðar. En við bara vitum ekkert það fyrir við erum búin að fara í þessar viðræður og ná ykkur niðurstöðu og þess vegna er svo mikilvægt að segja já. Annars, og þá líka er þetta deilumál þá úr sögunni en ef við segjum nei þá erum við ennþá spekular að býta hvernig hefði þetta nú verið, hverju hefðu við geta náð fram. En það er rosa landráða stimpill á þessari kosningu og svo mér finnst sko þeim hafa vaxið ásmegin sem hjóla í þessi drottinsvik að við séum að leyfa íslensku þjóðina að ganga að kjörborðinu þvílíkan viðbjóð sem Evrópusambandi sé. Og ég spurði nokkra þingmenn meirihlutans fyrir kosningar á hverju heyrði svona lítið frá fylgjendum ESB aðildar og þá sögðu þeir við viljum ekki trufla umræðuna fyrir sveitarstjórnarkosningar með þessu, við ætlum að fara af stað eftir sveitarstjórnarkosningar. Ég er ekkert viss að það hafi endilega verið besta leiðin að hafa þagað svona lengi en kannski breytist eitthvað núna. En allavega höfum við tíma til þess að tala fyrir þessu og það er mjög mikilvægt að þeir sem að vilja fá já í þessum kosningum þeir beiti sér og tali frá hjartanu og verða samfærandi og fá fólk með sér. En þessi landráða svikabreyslu, þú veist hvað ég á við. Já, þetta er náttúrulega mjög ómerkilegur málflutningur. Já, þetta er ógeðslegur málflutningur. Og ég spyr bara, sko, Kristrún Frostadóttir var í viðtali hjá mér á Eyjunni og
hún benti á það sem að auðvitað er alveg hárrétt að þessi aðstöðumunur hérna meðal annars vegna gjaldmiðilsins þar sem að stór hluti útflutningshagkerfisins er komin í annan gjaldmiðil, annað fjármögnunar umhverfi og við sjáum það að þeir sem eru komnir í evru fjármögnununa, þeir eru að kaupa upp minni fyrirtæki í sjávarútvegi, þeir eru að kaupa upp fyrirtæki í öðrum greinum, þeir eru að kaupa upp heilu atvinnugreinarnar. Þetta eru aðilar sem hafa hagsmuni þó að sko sjávarútvegurinn sem slíkur hann yrði mjög vel settur innan ESB en ef við förum inn og ef við tökum upp evru þá missa eigendur sjávarútvegsfyrirtækjanna stóru, þá missa þeir forréttindi sem þeir hafa að vera í evrunni á meðan þeir sem þurfa að keppa við þá eru í krónunni og þetta er það sem málið snýst og ég held og tek undir með Kristrúnu með það almenningur verður að velta fyrir sér hverjir eru það sem að vilja alls ekki að við fáum að sjá fullbúinn samning og hverra hagsmuna eru þeir að ganga. Hérna Ólafur, Brynjar Níelsson þakkar þér meðal annars hérna gott gengi sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkosningunum. Hverju viltu svara Brynjari? Nei, Brynjar, við erum nú ágætu vinir við Brynjar og Brynjar er með skemmtilegri mann. Og hann kallar því húskarl hérna Þorgerðar Katrínar. Já, það er mikill ávanni hjá þessum hægri öfgamönnum hvort það er í Bandaríkjunum eða hér að vera að uppnefna fólk og kalla það öllum millunöfnum og þannig að maður tekur það nú ekki til sín. Ég vona að þetta sé rangt hjá henni, ég vona að við höfum það frekar haft einhver áhrif í hináttina. En hérna, það er nú farið að hitna hérna inni hjá okkur og sólin skín og okkur langar út í góða veðrið en svona kannski aðeins bara að enda þetta einmitt á góðviðris nótum hérna finnur þú hjarta slá með öðrum hætti þegar veðrið er Oddný eins og það hefur verið núna síðustu 2 daga? Já, mér finnst það yndislegt, en ég vil samt að segja að ég er með svo stóran garð og hérna bakið á mér þolir nú ekki fleiri góðviðrisdaga í bili. Já, ég skil, þú gengir nærrið en það verða ekkert mikið fleiri í bili heldur. Nei, það er líka þannig. En ég verð nú að fá koma það í einu máli sem mér finnst risa fréttamál. Já. Og Arsenal varð ensku meistari í fyrsta skipti í 22 ár. Já, alveg rétt. Þú ert Arsenal maður. Já, búin að bíða í 22 ár núna. Fylgdistu með körfubolta einvígun innanlands? Já, með öðru auganu. Já. Þetta var æsi spennandi. Frábært sjónvarpsefni. Já. Einmitt. Suðunni sem menn tóku þetta bæði í kvenna og kalla. Já, ertu ekki stolt? Það oftur erfitt að eiga við þá í körfunni. Já. Einmitt. Og nú eru náttúrulega sko með Grindavík eins og þau sögðu sjálf að þeim vex ásmegin til nýrra tíma með þessum sigri. Já. Þetta er gott fyrir þau. Þetta er gott fyrir þau. Heldur það Grindavík muni byggjast upp að fullu? Ég veit það ekki en það verður ekki sama samfélag og var. Nei. Og ég held að fólk verður svolítið að horfast í augu við það. Já. Og þeir sem eru fluttur úr Grindavík, þau sakna samfélagsins. Já. Og ég ræddi við einn mann daginn og hann sagði þó ég myndi kaupa húsið mitt þá væri kannski einn sem ég þekki í götunni og ég fæ aldrei þetta samfélag aftur, við fáum það aldrei aftur, við erum að bara að sætta okkur við það. Já, einmitt. En kæra þakkir Ólafur Arnarsson og Oddný fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur að fylgjast með okkur. Við erum hvergi nærri hægt, nýtt efni hér eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur.
Samstöðin er ómissandi.